Við erum ofta að vinna með gagnatöflu og viljum draga tilviljunarkennt, segjum bara sem svo við hefum þjóðskrá í höndunum og ég ætla að draga af handahófi 1000 manns úr þjóðskrá út úr þessari stóru gagnatöflu, að þá er gott að nota sample_n og hún tilheyrir dplyr, þannig við þurfum að keyra annarkvort library dplyr eða library tidyverse og við mötum hana, þá þýðið okkar er þá gagnataflan og hversu margar línur við viljum sækja. Og nú erum við ekki með gagnatöflu hérna inni og það er ágætt, notum tækifærið til þess að förum hérna í open, frá grunni, bara lýsandi _prufa .r var skrán sem við vorum að vinna með og hér myndi ég bara stela þessari skipun hérna, púlskipuninni, þannig ég myndi byrja á að ná í gagnatöfluna og aftur ég fæ error, ég finnur ekki read delim og það er að því að ég á eftir að keyra library tidyverse og það er að gera í hvert skipti. Svo hér er það púls komin og þá get ég notað sample_n, matað hana með púls og sagt svo hversu margar línur ég ætla að draga. Ef ég keyri þetta bara svona, þá fæ ég einhverjar handahófskendar 10 línur hérna valdar. Ég ætla væntanlega að nota þetta í eitthvað. Svo hérna myndi ég segja púls úrtak og geyma þessar 10 línur hér. Og hér er oft gott að nota set.seed eins og þetta dæmi áðan ég verið að draga úr þjóðskrá, að þá vil ég alltaf draga sömu, ef ég svo fyrir að vinna eitthvað áfram með þetta, sömu einstaklingan, ekki alltaf vera að draga nýja og nýja, taka nýtt og nýtt úrtak. Þannig að hér myndi ég segja 02, 04 eða bara einhverja tölu þarna og hér er ég með 10 handahófskent valdar línur. Þegar ég geri þetta svona, þá sjá, nú er ég með hérna allt í góðu hér. Það var eitthvað spennandi að vera þarna. Sample_n sérhver lína hefur er jafn líklegt að verða fyrir valinu. Stundum er það svo að línunar eiga ekki að vera jafn svona líklegt að verða fyrir valinu. Þá getur þið skoða bara hérna hjálpina. Það er þetta að nota sem sagt weight ef við viljum hafa mikla vikt á línunum. Það var sample_n og ein skipunin í viðbót og það er replicate skipunin. Og ef við viljum endurtaka einhverja skipun oft, þá notum við replicate og við mötum hana hreinlega með hversu oft viljum við endurtaka það sem við ætlum að gera og það sem við ætlum að gera. Og ef ég ætla nú ekki að fara að ræða hérna úrtaksdreifingu lýsistærðar, en ef ég til dæmis vil skoða úrtaksdreifingu lýsistærðar, þá er þetta, gæti ég nota þetta, að tökum þessa línu hér, að úrtök.hæð, eða við skrifum hana bara, þetta er nú ekki svo mikið, úrtak.hæð, að þá ætla ég að nota replicate og 1000 sinnum ætla ég að taka úrtak úr og ég ætla bara að fara í breytuna púlshæð. Þannig að þetta er ekki tvívið gagnatafla, þannig ekki að nota sample_n, heldur bara púlshæð, af því þetta er bara vegur. Og ég ætla að taka sem sagt í hvert skipti sem ég tek úrtak, ætla ég að taka úrtak að stærð 10. Og þetta ætla ég að gera 1000 sinnum. Og úrtak hérna hæð, sjá hvað gerist hér, hérna fæ ég svona fylki út. Hérna í fyrsta skiptið, þá eru þessi 10 einstaklingar sem ég valdi, svo vel ég þessa 10 og svo þessa 10 og þessi hérna er sem sagt með þið getið skoða hérna dim úrtak.hæð 10 línur og 1000 dálka.
ef ég vil, við getum bara hérna leikið okkur aðeins, úrtak.meðaltal, að ég myndi, segjum sem svo, að ég vil 1000 sinnum taka úrtak af stærð 10 og reikna meðaltalið, og geti ég gert það svoleiðis, svona, úrtak meðaltal, það er væntanlega hér, skoðum bara fyrstu, aftur skulum við skoða dim, úrtak.meðaltal, nú, hérna þarf ég kannski að segja lengd, að hefur lengdina 1000, þetta er bara vegur og við vil skoða hérna úrtak.meðaltal, bara fyrstu, ég var að segja 5 gildin, fyrstu 5 gildin, þetta er ekki að ganga vel hjá mér, svona, gildi frá 1 og upp í 5, að þetta hér er gildi sem byggir á meðaltali af 10 mælingum á hæð og ég á 1000 svona gildi. Þannig að 1000 sinnum hef ég tekið úrtak af stærð 10, reikna meðaltalið af þessum 10 mælingum og geymi það svo hér. Svona, þetta er sem sagt gagnlegar aðferð, það er sample_n og replicate, þess að við notum til þess að hérna taka úrtök, skoða úrtaksdreifingu lýsistærða, herma fyrirbæri og hvað veit ég. En ég ætla ekki að segja meira í bili. Takk fyrir áheyrnina, bless bless.